komið að 7. lið á dagskrá velferðaráð, gjaldskrá fyrir félagslegt húsnæði. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísneinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin að dagskrá liði 2 í fundargerð bæjarráðs dagsett 16. nóvember. En þá var lagt fram til samþykktar minnisblað dagsett 7. nóvember frá Kristínu Baldursdóttur, forstöðumanni, tillögu að breytingu á húsalegu félagslegra íbúða. Þetta í 3. skipti sem hækkað umfram vísitölu og nú 6% hækkun að ræða. Hækkanir þessar kom í kjölfar greiningar sem gerð var árið 2021 og með hverri hækkun hefur verið gerð ítarleg greining á áhrifum hækkuna á leigjendur. Hækkunin lögð til af sömu forsöndum og fyrr til að tryggja að tekjur standi undir útgjöldum og fjármagn sé tryggt svo hægt sé að sinna viðhaldi sem skyldi og þannig veita íbúum viðunandi þjónustu. Samhliða hækkun þessari mun sérstaki húsnæðisstuðningun hækka en unnið að því að breyta reglum stuðningin. Þær breytingar eru gerðar til að verja viðkvæmustu hópana. Fjármagn til sérstaka húsnæðisbóta hefur verið tryggt í fjárhagsáætlun ársins 2024 og verða breyttar reglur lagðar fyrir velferðarráð í janúar næstkomandi. Leggi til að bæjarstjórn samþykkir gjaldskrárbreytingu þessa. Að bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísneinsdóttir lokið máli sínu orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta nú eitt af því sem við höfum nú rætt held ég töluvert í þessari bæjarstjórn og það eru félagslegt húsnæði og við vitum það öll að Akureyrarbær hefur skyldu samkvæmt lögum félagsþjónustu að standa að uppbyggingu félagslegs húsnæðis og bjóða upp á það. Það sem að mér finnst óheppilegt og eiginlega bara mjög óheppilegt í þessu tilfelli er að það er verið að kynna gjaldskrárbreytingar sem þessar 6% umfram í rauninni þessar verðlagsbreytingar þá. Það eru þetta töluverð hækkun en eins og bæjarfulltrúi Hulda Elma nefndi réttilega þá er líka inn í þetta púsl vantar sérstaka húsnæðisstuðningin sem er ekki búið einhvern veginn almennilega klára og á það vantar eiginlega líka áætlunina uppbyggingu á félagslegt húsnæði. Því mér finnst þetta að vera partur af einhverju svona heildarsamhengi. Það er að segja að sjálfsögðu viljum við viðhalda eignum okkar hvar sem þær eru sem eru í eigu Akureyrarbæjar. Það gefur augaleið að við að bara sinna því ofsalega vel, hvort sem það tengist starfsfólki og öðrum eignum. Og þarf að gerast einmitt jafnóðum og því við getum alveg lent í óbúslega mikilli viðhaldsþörf og sem er náttúrulega svolítið eins og að pissa í skóinn sinn og kemur alltaf í baki á okkur á endanum. En það sem mér finnst óþægilegt er að ég hefði vilja þegar við erum í rauninni að gera töluvert mikla breytingar þannig séð á gjaldskrár umhverfi oft viðkvæmra hópa að við höfum ekki tekið þetta í einum pakka. Breytingar á gjaldskráni sem er lögð fram hér segir mér ekki nægilega mikið til þess að ég upplifa að ég geti tekið ákvörðunina út frá þessu einu og sér. Mér finnst inn í þessu samhengi vanta púslið eins og hefur nefnt varðandi sérstaka húsnæðisstuðningin sem að ég til ofboðslega mikilvægan eins og Hulda Elma réttilega nefndi þá mitt snýst hann að allra tekjulægstu hópunum og síðan þetta með húsnæðin. Við erum með alveg ofboðslega langa biðlista eftir félagslegu húsnæðisúrræði. Við erum ennþá í einhverjum sérkennilegum frumskógi á því að átta okkur á því hvað við erum í rauninni með margar félagslegar íbúðir og út frá hvaða skilgreiningu. Við erum ekki ennþá búin að klára samning við HMS sem að bæjarstjórn lagði fram að 5% af uppbyggingu nýrra íbúða yrði félagslegt húsnæðisúrræði. Frá því að bæjarstjórn samþykkti að síðustu húsnæðisáætlun að það yrði svona okkar viðmið þá hefur þessum einingum sem skilgreindar eru sem félagslegt húsnæðisúrræði sem þó ekki alveg réttnefni fækkað eina þannig að mér finnst þetta ennþá vera í óbúslega mikilli svona blindni á heildarsamhengi hlutana. Þannig að mér finnst mjög vont að fá inn þessa tillögu gjaldskrárbreytingu sem ég ímynda mér að sé hluti og partur af stærra ferli eða ég vona það sem að snúist að bæta viðhaldið, passa vel upp á viðkvæmustu hópana, fjölga úrræðunum, stytta biðlistana, það er það sem ég vil sjá. En þarna bara
einn bútur og af þessum sökum þá mun ég sitja hjá ef að ég vissi ekki af því að það væri verið að vinna í líka í sérstaka húsnæðisstuðningnum og bind vonir við á húsnæðisáætlun, þá myndi ég örugglega greiða að húsnæðisáætlun væri að fara að horfa til uppbyggingar og fjölgunar íbúða, þá myndi ég örugglega greiða atkvæði gegn því einu og sér, ég veit af því, þess vegna ætla ég að sitja hjá og ég og bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir vaflista óskum bókað. Mikilvægt að horfa á heildarsamhengi þegar kemur á ákvörðunum varðandi félagslegt húsnæði og óheppilegt að samhliða þessari breytingu á gjaldskrá sé ekki einnig tekið fyrir breytingar á sérstökum húsnæðisstuðningi sem og fjölgun félagslegra leigu íbúða, enda biðlistir langir og þörfin mikil. Við ítrekum að erfitt að taka afstöðu til breytinga á gjaldskrá en hækkanirnar virðast vera ansi miklar. Takk fyrir. Að bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er mörguleyti sammála því sem kemur fram í þessu minnisblaði að rekstur félagslegs húsnæðis á að standa undir sér og við eigum að vera á þeirri vegferð, þannig að maður veit svo sem ekki af hverju við drógum svona vel aftur úr og þurfum að fara í svona rosalega brattar hækkanir síðustu 3 ár. Við erum að tala 4% umfram verðlag 2021, 6% 22 og aftur 6% umfram verðlag í ár og þetta eru gríðarlega miklar hækkanir. Þannig að mér finnst þær vera nokkuð brattar en ég samþykti þær í fyrra í rauninni, ég samþykti þær í fyrra en mun sitja hjá núna í rauninni af 2 ástæðum. Efnahagsumhverfi allt annað en var í fyrra. Þannig finnst mér ekki forsvaranlegt að fara í þessu 6% umfram verðlagshækkun núna og ekki góð skilaboð inn í verðbólguna og kjarasamningsviðræður. Og í fyrra samþykktum við líka sérstakan húsnæðisstuðning á sama bæjarstjórnarfundi. Við erum ekki að gera það núna. Þannig að mér finnst forsendurnar fyrir því að samþykkja þetta ekki í rauninni ekki vera til staðar. En ég samt sem er með eina spurningu að því það segir í bókun meirihlutans í bæjarráði með leyfi forseta: gætt er hófs í hækkunum og er leiga félagslegra íbúða ennþá eftir breytingu almennt lægri en í öðrum félagslegum úrræðum. Þegar svona sett fram þá finnst manni að það eigi að vera tölur þar á bakvið. Þær eru ekki í minnisblaðinu, það er bara sagt að þetta sé ennþá lægra en félagsstofnun heimili á vegum félagsstofnun stúdenta og minni með Bríet eða Bjarg eða eitthvað svoleiðis. Engin samanburður á öðru félagslegu húsnæði og enga tölur á bakvið, bara sagt að þetta sé lægra. Þannig að ég get ekki samþykkt þetta núna og legg fram eftirfarandi bókun fyrir okkur bæjarfulltrúa Gunnar Má. Bæjarfulltrúa Framsóknar styðja ekki 6% hækkun umfram verðlag á gjaldskrá félagslegt húsnæðis en svo hækkun bætist ofan og miklar hækkanir undanfarin 2 ár, 4% umfram verðlag árið 2021 og 6% árið 2022. Hér bara umtalsverða hækkanir á viðkoman hóp sem ætti að afgreiða í bæjarstjórn samhliða hækkunum á sérstökum húsnæðisbótum. Eins gjöldum við varúðar við þeim skilaboðum sem svo miklar hækkanir á gjaldskrám bæjarins gefa inn í kjarasamningsviðræður vetrarins. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var eitt sem ég glimti að nefna að því að stundum þegar ég er að lesa þessi minnisblöð og reyna að skilja tölurnar þá get ég orðið pínu lítið ringluð og það sem að mér fannst mikilvægt í þessu samhengi áttum á var hvað hlutfallslega mikið er félagslegt húsnæði að hækka á milli ára. Mér sýnist með við þau svör sem að ég fengi þá ef við tökum þetta að því að það tala 6% umfram verðlagsbreytingar og verðlagsbreytingarnar séu teiknaðar inn í húsnæðissamningana í rauninni og taki þannig breytingum innan gæsalappa sjálfkrafa án einhverja sérstakra ákvörðuna
að þá virðist hækkunin á milli ára að meðaltali þó hún sé ansi misjöfn eftir flokkum vera 14% og það alveg svona, finnst mér þess vegna óbúslega erfitt að vera ekki með stærra samhengi þegar þetta sett fram og hvetja okkur líka til þess að nota þess einfaldari tölur, sko, þó væri nú ekki nema bara fyrir okkur í bæjarstjórn, en skilur upp bara fyrir okkur öll, að þegar við erum að setja fram eitthvað sem hljómar svo, sko, skets úr fóstbræðrum, þar sem að þetta orðið svo flókið og það sita allir einhvern veginn og bara, hvað hún að meina? Að þú setja fram, hvað erum við í raunin að gera? Mér finnst það skipta miklu máli upp og eiga í eðlilegu samtali, bæði hvort við annað og ekki síður þá notendurna. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, orðið laust. Þess að fleiri hafa ekki hvað sér hljóðust, þeir sem geta samþykkt gjaldskrárhækkunina gefur merki. Það eru 7 þeir sem eru á móti, 4 sitja hjá.